yarn. Ég hef einhvern tíma, það er þarna eitthvað 52 weeks of socks og 52 weeks of allavega. 52 weeks of öllum Já, ok. En þetta er náttúrulega malband, hérna þetta er svarta. Auðvitað. Og eitthvað sem að, ég bara veit ekkert, langar að segja systrabandið eða hex, en það var mokkuð við þetta. Já, ég man þetta bara ekki. Nei. Þannig að, já, hún er æðisleg, hún er tegist en samt ekkert eitthvað víð og... Nei, hún er líka bara svo falleg. Já, takk. Og kontrastarnir á dökkalitnum og appelsínugulitnum eru bara svo ótrúlega skemmtilega. En svo fyndið að Guðrún gerði sömu uppskrift, já, úr öðrum litum. Litirnir eru bara, þú veist, allt öðru sig. Gjörólíkir. Svo höldum við bara áfram með peysunar. Já. Þessi er nú aldeilis búin að vekja lukkuna. Hún er líka geggjuð, Hún er ansi skemmtileg, Hún er geggjuð. Ég var alveg bara, ég er bara að fíla hana. Já, hún er bara rosalega frábært, sko. Hún er, þetta er hobby-sweater í grunninn og náttúrulega malbandi, Sigrún á Akureyri alveg með þetta sko, og Holst Coast, haldið saman. Svo er þetta silki, já, Sari silkis eitthvað frá Thelmu Steinmann og þetta náttúrulega endurunnið og handspunnið og guð hvað. En hérna, það er mjög skondið samt að prjóna úr þessu. Af því að þetta er mjög misspunnið, þetta er svona rosalega grannur þráður á einhverjum stöðum og mjög feit, hlussulegur á öðrum stöðum. Já, en það, þú veist þetta, ég noti restina bara í einhverjum svona flík sem er bara eitthvað götótt og svona eitthvað. Já, svona funky-sweater. Funky-sweater eitthvað, eða eitthvað. Ég skil það. Peysan er... En hún er geggjuð, mér finnst hún alveg ofboðslega falleg. Já. Svo... Ég átti að prjóna Bobby einhvern tíma. Já, þetta er skemmtileg munstur. Já. Svo prjóna ég á hann Tobba litla bróði sem er alltaf að bora einhvers staðar. Gerði hérna... Ég var nú bara að nota svona hérna eftirlegu lopa eitthvað sem var ekki... Náttúrulega var ekki að kaupa neitt. Nei. Nýta heimastasi. Og var að gera hraglandi. Og já, hún er svo falleg. Hún er reynda mjög falleg. Mér finnst það mjög falleg. Nema hún lítur náttúrulega bara alls ekki út eins og þessi hraglandi þarna í bókinni. Af því hún lítur svona. Já, hún er líka bara mjög flott. Hún er alveg flott sko. Já, mér finnst það mjög flott. Svo sem ekki mikill kontrast í Nei, það var mismikið eitthvað. Já, en ég meina þetta fyrir innan undir einhverja vinnugalla þannig að... Þetta er aðalega hún sé hlý, það sé nú aðalmáli. Ertu með tvöfaldan? Tvöfaldan og ég gerði reyndar hálsmáli, ég braut það niður og saumaði til að það þykkt og gott í hálsinn sko. Já. Tvöfaldan náttúrulega plötulópa, já. Svo þeir sem eru ekki alveg, eru ekki endilega í lópaprjóninu, viti hvað við erum að ræða. Heyrðu, svo að því var nú að tauta að þetta væri með tilgang hérna. Jú. Þá ætti ég náttúrulega að nota bara, því ég er nú búin að rekja þessi óskupu upp. Þú veist, ég kom með bombullagatni í þetta og eitthvað, veist, ég var bara... Já, þetta er ekki alveg akkurat eins og, jæja, allt í lagi. Ætla að nota míniherspunar, þessa gráu. Já. Sem hæl og tá og... Já, þú ætlar sem því sokkasnáka. Nei, þetta verður alveg markvissu sokkur einu. Ok. Markviss sokkur. Nei, en er það? Er það bara að prjóna sokka úr þessu? Já. Silki og... Silki náttúrulega styrking og eitthvað. Já, ok. Það er náttúrulega bara til að spranga með heldri fólki, sko. Já, sólarströnd kannski. Já, ég nenni ekki að sokka, ég veit. Því við erum alltaf kallt á tánum, sko. Það er alveg vísa með að taka svona með þetta sólarstranda. Pott, ég fekk nú þessa fínu ullasokka í jólagjöf. Þeir eru klárlega keyptir. Já. Þú sér það bara? Nei, ég er ekkert að sýna þá, sko. En ég er sko, ef ég gerir sokkasnakk úr þessu, þá er alveg óvíst að ég klári það eitthvað tímann. Já. Þannig að ég að því ég er nú með einn í gangi. Já, ég er ekki komið þarna. Þetta gat í gangi. Þetta er eitthvað sokkagatn, en ég týndi með hannum að því að ég fór í heimsókn til hennar Lullu
sem með einhverja brjálaða hunda og áttuði með hann. og áður ég vissi þá var gatni komið út alla íbúð og ég var alveg, Nei. hvað Lulla eitthvað að þvælast með gatni út allt? Nei, þá var það hundurinn hennar sem var búin að búa til einhverja þrautabraut með þetta gatn og miðin bara út úr tuggin og eitthvað. Þegar þú hefur þurft að fara í flækjulósun og... Já, þetta fór allt vel sko, þetta bara... Já, þú ætla að vera skoða með sokkasnakk. Sko. Nei, ekkert. Það er ekki eins og minn hundur sem að stökk til, ég man nú ekki hvað ég var að prjóna, en það var í fyrra, einhvern tímann. Opið út á pall, þú veist, og geggja veður og ég var bara eitthvað að vesnast eitthvað inni og svo allt í einu sé ég að hundurinn minni komið út á tún og ég bara svona, hvað í óskopunum ertu með og fyrir aðtöga máli? Þá er hún bara með dokku, já það var sokkaband sem ég keypti hjá þér einhvern tímann. Þá var hún búin að fara og ná sér í dokku af sokkabandi og komið með það út á tún og ég verði að henda því, það var hún. Það var heilt dokka sem fór fyrir næstu. Þetta hefur ekki verið gott sokkaband. Fólk ekki kjaftinn á hundin. Ég veit ekki, þau voru nú orðnar 3 þarna tíma að leika sig með þessa einu. Ok, það er kannski reynt að standa með sínu. Hérna er ég með annan, einhvers konar snák. Já. Búin að vera alltaf í þessu. Búin að vera alltaf í heilalösu prjónu. Ég setti bara í stroff hérna á sikkurt endan. Þetta á eiginlega bara að verða eitt sokkapar. Já, og þá ætlar bara að taka þau sundur í miðunni og búa til tær á sikkurt endan. Ég er nú bara að vona hún prjónið að verði bara með svona gera eitthvað á prjónabíl. Já, en hún er með á YouTube. Já, ég veit það. Já, þú veist nú hvað tók mig langan tíma að læra þarna á YouTube. Svartrós. Já, einmitt, ok. Ég er ekki illa gefin samt sko, þetta er bara meira athyglisbrestur og óþolinmæði. Já. En ég var að horfa á þetta YouTube-myndan hjá henni daginn og mér fannst þetta mjög sniðugt. Já, ég sá eitthvað vott af þessu, hraður sá, og fannst þetta mjög sniðugt. Hvar voru við? Ég ætlaði að fara að segja ykkur að svaka. Þú ert ennþá í sokkasnákunum? Ég er í sokkasnákunum, já. Er eins gott fyrir þig að þú ert ekki einn? Já, en þá myndi ég engin annan, þá myndi ég ekki nenn að tala, því ég er ekkert rosalega mikið fyrir að tala. Þú þarft ekki að leita að... Það ljótist út núna. Já, en sko, þegar þú ert að tala, þú veist, við sjálfa þig, þá ertu náttúrulega að leita, þú veist, ráða hjá sérfræðingi, þannig að... Já, veist, ég get alveg bara... sent bréfið. Ok. En hérna, já, sokkasnákunir, það er nefnilega í textíllabinu hérna. Já, er sokkaprjónavél. Það er búin að vera snillingar sem komu í... sjálfboðavinnu. Já, í sjálfboðavinnu og voru hérna í mánuð að laga allar gömlu prjónavélarnar. En löguðu samt held ég bara eina. Nei, voru ekki 2? Jú, það voru með 2 í saman myndun. Já. Einhverja prjónavélar sem eru að vera alveg eldgömul frá 1924. Já, og hinn var aðeins yngri frá 1930-40. Já. Ef ég man rétt. Og þær eru semst búnar að koma annari þeirra allavega í gagni. Já, ég held reyndar báðum þessum töðu. En svo var einhver svona sokkavél einhver. Já, en hún var ekki búin að laga. Það er að koma önnur núna. Já, sem á að fara að laga. Sem er að fara í sokkavél. Og var Alissa að segja það frá þessu eða? Nei, hún þarna sem að var að gera við hinavélina. Já, þarna þessi sem býr í Bretlandi en kom frá Bandaríkjunum. Nei, þær voru báðar eitthvað krukk í vélunum. Já, það er þess þær, já. Þessi þýska sem var með okkur á prjónakvöldinu hann daginn. Það er að fylgja þessu. Herðu, við sem sagt, já. Ég sem sagt bara... Belg og byðu. Baðum, já, það heitir semst allt í belg og byðu og það er dálítið að skýra sig af hverju þetta heitir það. Ég sem sagt, já, þrammaði þarna inn og bara baðist þess að fá að vera bara með þeim fyrstu að prjófa þessa sokkaprjóna vél. Ég veist það bara geggjur. Svo ég geti nú hent í enn eitt snákinn. Já. Þannig að ég er bara mjög spennt fyrir því. En það verður í vor held ég, mér skilst á þeim að það er í vorvondi. Já, þannig að næsta, hún kemur þá vantarlega ekki fyrir þá mánaðamótin febrúar-mars þá eða mars-apríl svo sem að gera í þá vél. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Ok. Eitthvað svoleiðis. Svo hef ég nú bara... Spennandi. Já, ég var náttúrulega, hvar sá ég ábyggilega hana ykkur YouTube hámhorfi sem ég var í. Þessi kragar, svona eins og ég, hvað er kraginn? Já. Ekki þessi? Nei, sem ég gaf þér
Já, sem ég gaf mér, já, hann var fjólublár, hann var fjólublár. Já. En það skipti ekki máli. Ég var að æfa mig, veist, og að gera annan svona kraga. En hann er ekki eins. Nei, þetta gengi aldrei í fjólublár. Nei, ég meina sko, þú ert með gatamestur. Já, það var bara til að brjóta þetta upp. Já. Það var leiðilegt. En hérna, ég er að gera svona annan svona kraga sem var liggja svo bara saman. Mér finnst þetta agalega. Mér finnst þetta alveg þrælsnjált. Þetta er náttúrulega svo geggja fyrir mig sem er núna að stíga upp úr pest. Já. Að vera með ull í hálsinn. Ég er mest hræddur myndi klæja hann. Já, nei, ég elska ull. Ég og ull erum eitt. Besta mál. Já, ég er búmallapeysunar. Búmallapeysunar, já. Meira heimagat, ég er að bönsa búmulligatni. Já, það hef ég aldrei. Prjóna svona Þvottapoka. Þvottapoka. Sniðugt hjá þér. Það var sniðugt að eiga þetta svona, maður þarf að þvo sér í framan. Já, eða eitthvað. Eða bara gefa ykkur þetta eða eitthvað. Og svona til að þrífa sér augun eitthvað. Svona bómullaskífur, ferkantar, því ég kann ekki hekla hring. Já, ég kann bara ekki að hekla. Hún veit sem maður kann ekki og hefur ekki bara treysið til að læra eins og en veistu það, en ég er búin að liggja, ég segi eins og þú, ég er búin að liggja svoleiðis yfir YouTube-vídeónum að reyna að læra að hekla. Ég næ þess ekki. Svo fekk ég mér einhverja sérstakar leiðbeiningabók og til að læra að hekla og ég bara kann, ég get þetta ekki, ég get gert loftlykkjur og þar með eiginlega næstu því upptalið. Nei, þú getur allavega að hekla pakkabönd. Já, ég gæti það fræðilega. Ég hef heklað mér þvottasnúrur til dæmis. Já. Þú bjóst á Skagaströnd eða? Nei, mér vantar bara svona til þess að tengja saman að slitnaða þvottasnúrur nema. Í útilegunni? Ja, nei, bara heima í þvottási. Nú, ok. En ég var bara með slátugatt. Já. Já, mjög fínt. Það er maður að vera nýskupúki. Já. Það er nokkur ár síðan. Það getur ekki alltaf. Það er ekki að vera að eyða pening í eitthvað svona drast. Hún hangir enn. Já. Býttu nú við. Dregur hún upp einhverja gersemar. Hvað ertu með? Já, hvað er með? Ertu með eitthvað svona svipa og ég með? Heyrðu, ég fór náttúrulega tók mér bara sumarfrídag og vinnu til þess að fara á íslensku prjónarar á Stýrunni. Já. Ef þið vilja fara með þér þangað. Og það var svo, og ég mæli svo með ef þið hafi ekki farið í svona svakalega hóphittinga einhverja, að fara. Þetta, orkan og gleðin og bara, allir í svo góðu stuði einhvern veginn og það var svo skemmtilegt. Þetta var meiri þáttur og þar var yndisleg stúlka sem á fyrirtæki handavinnubarinn. Já, Be Kind. Be Kind. Já. Hún er rosa flott. Hún er svo sniðug. Ég er búin að fylgja henni á Instagram lengi. Já, fékkst þér svona? Já. Ég er búin að sjá þetta hjá henni. Líka þarfa þingið. Já. Sjáu þetta. Það eru svona lítil prjónamerki, krukku, heklunálar. Þetta eru skæri. Og náttúrulega prjónamælir. Og bara, mér fannst þetta geggjað. Svo var ég alveg já. Nei, það er ekkert þennan póka. Ég alveg ekkert að nóga svona póka. Og svo þetta fæ ég póka líka. Því maður getur notað hann undir annað prjónadrasla. Því við erum náttúrulega alltaf með 20 töskur í gangi. Já, ég veit það. Maður er alltaf með alveg hauga á allavega hana. Ég var ógeðslega hrifin af þessu. Og ég var búin að heita því að segja ekki ógeðslega. Já, einmitt. Ég var afskaplega hrifin af þessu. Rosalega hrifin af þessu. En ég fór í haust, eins og þú veist, þá fór ég í frænkuferð. Við frænkurnar fórum í ferð. Já. Og tvær af þessum frænkum, við vorum 3, við ætluðum að vera 4 en ein fórfallaðist, þannig að við fórum bara 3. Og 2 af okkur erum prjónarar og þess vegna þurftum við náttúrulega að fara í nýju búðina á Tryggvagötunni á Akureyri. Dóttir Dæ. Já, Dóttir Dæworks. Vá. Talandi geggjaða búð. Litirnir, og maður er bara halleluja. Nákvæmlega, en þar keypti ég svona box. Og þetta box finnst mér þetta svo skemmtilegt. Varstu að sjá þetta? Þetta er rolla. Já, þetta er annað hug. Hér er oversized sweater. Já. Hér er sjal
og chunky, eitthvað, Já, blanket. þetta er ekki maður. Þetta er ekki semst vöðvaskipting á kindinni, heldur peysu eða handavinnu. Verkefnaskipting. Og í þessu er ég bara með allt mitt dót. Ég er í mér skæri og prjónastopparan og nælurnar og prjónamerkin og umferðar, þarna, hvað það heitir. Já. Og allt það. Þannig að hér ég með bara mitt box er bara smekkfullt af dóti. En eins og sé, maður þarf að eiga nokkur svona kit. Já, því að þú ert alltaf að skipta poka, annars þarftu alltaf að vera að færa á milli Já. dótið þitt. En þetta er bara, það er svo ótrúlegt hvað kemst mikið í þetta. Fyrir utan að það er segull í botninu. Já, þannig að það er ekki að hrynja úr Það dettur ekki, þó ég missi þetta aðeins, ég reynda kannski núna því þetta er eiginlega orðið öfgafullt, sko. En hérna, bara, já, en þessi búð, mjög svo björt og opin. Já, og Það er bara, bara báðar gagnverslanir á Akureyri, þetta er bara, eitthvað á garni gangi er náttúrulega Jesús sko minn. geggjum. og líka bara gaman hvað þær eru Ólíkar, já. Það- Mér finnst náttúrulega hrikalega gaman að fara inn í gagn í gangi, sko. Já. Það er bara alveg óbóðslega skemmtilegt. Fyrir utan það að þær náttúrulega, sko, þú kemur ekki að tónum komum þar. Alls ekki. Systir mín sem er ekki prjónari og við fórum saman þarna í sumar einhvern tímann í gagn í gangi. Henni langar til þess að prjóna sér hobbysetter. Já. Og við vorum svona að spá í, hún er með alveg sérstaka liti í huga og eitthvað svona. Og ég labbaði inn og sagði, heyrðu, henni langar til að prjóna sér peysu, það þarf að vera að prjóna númer 4,5. Hvaða gatna hún á skoða? Og það er bara, já, heyrðu, þarna er þetta og þetta og þetta. Og hún sagði, njá, ég vil ekki ullagarn. Já, ok, þá ferðu frekar þarna. Og þetta er bara, veist, það er bara geggjað. Sko. Já. Alveg meira áttar. Þær vita nákvæmlega hvað það eiga. Já. Þannig að, heyrðu, þú meina peysan? Ég er með eina peysu enn. Ég er pínlítið svona í svona, ég vil ekki segja Þetta er fyrsta samprjónið þetta? Þetta er fyrsta samprjónið. Já. Ég hef pínlítið verið í svona alls konar einhverjum ævintýra mennskum. En þessi peysa er göngum saman peysan. Hún var hérna uppskriftin gefin út til styrktar brjóstakrabbameins einhverju dæmi. Eins og sést náttúrulega á munstrinu að þetta er náttúrulega brjóst. Þetta er einfaldur plötulopi og einband. Já. Hún er náttúrulega ekkert sérstaklega mjúk, en Nei, mikið nei. óbóðslega rosalega sem hún er hlý. Létt og góð líka. Já, létt og bara geggjuð undir jakka og úlpur. Og ég bara, já, var búin að liggja smá stund yfir því hvaða lit ég ætti að taka, því ég á svolítið af litum í lópanum. En auðvitað endaði ég á fjólblá. Já, nema hvað. Auðvitað. Það var eiginlega Svo ég fyrir alltaf í græn. Já, einmitt. En það er nú bara þannig. Já, það er nú bara þannig, sko. En svo ætlaði ég að fara að búa til að því að þú er búin að hekla allir þessi hryllilegu gældir ljóti teppi þarna. Já, svona. Já. Ætlaði ég að fara að gera teppi eftir uppskrift. Já. Og það gekk nú ekki betur en svo að ég er ekki byrjuð á teppi með uppskrift. En ég er byrjuð á 2 öðrum teppum. Úr afgöngum þá. Úr afgöngum. Já. Sem að hérna eru bara fasta pinnar úr afgangsgarni. Og ég fann bara, ég var ekki búin að vera að gera svona heklu dæmi í dálítinn tíma. Já. Og ég fann bara þegar ég byrjaði, ég var bara svona Já, þæginda sviðið bara seig úr öxlunum á mér og hvað eina sko. Þannig að þetta er annað. Það verður svona í grænum tónum. Gætir mögulega orðið í þinni einkaeigu. Í minni mjög líklega, já. Já. Og svo er hér annað sem er í svona bleikum tónum. Bleik, fjólublá, eitthvað. Sem að væri þá meira fyrir mig. Ekki eins, já heldur þau. Meira. Hvernig verður 60? Það er ekkert rosalega langt í það en svo samt svona svipað langt og þú. Já, það er náttúrulega bara nokkru dögur síðan. Núlega ég er gamla sko, á sama ári. Já. Hún er samt alltaf þó 4 dögum eldri en ég. Já, Skulum hafa það á alltaf hreinu. skal það tekið fram. En þá held ég að ég sé bara, Ertu búin? já, ég ætla ekki að fara í það sem ég ætla að fara að gera. Ekki? Eða, þú veist, jú, ég Þú náttúrulega ætla að ætlar gera náttúrulega- Leni Hólme Já. úr Glópagullinu Já. og finna eitthvað meðbata því við erum náttúrulega að fara til Malmö. Já. Og Það er eftir örfá daga, Það er sko. eftir örfá daga.
Og þá ætla ég að finna eitthvað meðband þar. Ég er ekki búin að ákvaða neitt sko að ég ætla að kaupa þetta eða hitt. Ég ætla að, ef ég sé eitthvað Já. sem að mér langar til að kaupa þá. Ég er svolítið spennt fyrir þessu svartull merki þarna. Já, sem við sáum, hvað var það í Planet Wool eða hinni búðinni? Ég man það ekki. Við sassa allar handleginu búðinni. Auðvitað, við erum búin að leita á netinu og finna hvað við sjá hvað við erum búið. Rétt við hótelið. Já. Þannig að það var þarna, mér langar til alltaf að krafla í því og sjá hvernig það er. Kaupa gagn sem þar úti sem ekki til hér. Já, það líka gaman. Það væri gaman. Ég ætla samt að reyna að vera ekki eins og einhver íkorni bara að safna hnetum þarna. Já, nei, alls ekki. Ég er alveg þar. En það væri gaman að geta keypt eitthvað svona sem að maður sér ekki hér heima. Já. Mér vantar eitthvað meðband með þessu. Já, og svo þarna sokka, þarna hitt sokkadæmið þarna sem svindlaði með þarna daginn. Nei, hitt. Svindlaði? Já, sem keyptir þér þarna daginn sem þú ætlaðir ekki að kaupa. Já, nei. Queen. Já. Queen eitthvað. Þú ætlaðir ekki að setja neitt með því, þú ætlaðir bara að nota það eitt og sér. Nei, það er bara eitt og sér í sokka og ég á í það. Þannig að það verður allt heima. Heitir það ekki Queen? Queen. Já. Skein Queen. Skein Queen. Skeinu drottning. Og svo bara eitthvað nýtt og spennandi og kannski eitthvað kitt eða eitthvað. Það væri reyndar alveg gaman að gera það að maður sagði eitthvað svoleiðis skemmtilegt. Ég er á svona prjónaradarnum hjá mér núna. Þá er lopakjóll sem heitir blágresi. Ég á í það, þannig að það getur farið úr heimastasinu mínu. Hann er svona síður og auðvitað fjólublár. Já. Og svo er ég með svona nokkurn veginn búin að ákveða að prjóna Cumulus þarna svetter. Já. Frá Petit Knit. Og ég er búin að finna garn í heimastasinu úr því. Ég þarf ekki að kaupa með garn eitt á næstunni. Nei, en það, veist. Ég held að það sé alveg ljós. Jú, reyndar, Og þetta er náttúrulega eins og með frímerkjasafnarina, Frímerkjasafnarnir eru ekkert endilega að klára safnið sitt. Nei, þeir eru ekkert að, hvað ættir þú svo sleikið öll og senda þau? Já, einmitt. Hvað, þú veist. Nei, en þetta ég heyrði reyndar samlíkingu daginn. Með vínið? Já. Já, það var ábyggilega Íris var að segja þetta í hérna. Já, var það í garn í gangi? Já, mögulega. Þarftu ekki að drekka allt vín úr kjallaranum, þú ert að safna garn. Nei, og maður heyrir aldrei, hvenær ætlar þú svo að drekka allt þetta vín? Akkúrat, það var þannig. Já. Mér fannst það ógeðslega gott. Ég er að reyna að hætta að vera með samviskubit yfir því að eiga svona mikið af garni. Ég kom samt að því að ég á ekkert rosalega mikið af garni. Já, ógeðslega. Þegar ég búin að hella mér í þetta heimagarn, þá var bara ekkert rosalega mikið af því. En það er svo sem 2 fullir kollar hérna og skapur. En með margar aðrir. Já, þú ert ekki með fataskápa alveg. Nei, mér langar samt í glerskáp sem ég get bara... Já, raðað upp svona fallegum litum. Já, ég er alveg þar, Ég gæti alveg hugsað mér. Maður sér eitthvað í búkollu eða góða hyrðinu með eitthvað. En er þetta ekki að verða bara ágætt? Og meira sem þér liggur sérlega á hjarta. Nei, ég held ekki þetta skiptið, Kötturinn kom upp í glugg og alltaf frá hendi ykkur niður. Nei, hann vilja leggja sig í peysunni henni. Lýst þér vel á lopapeysuna mína, Flóki minn? Já, það var ekki eitthvað. En ég held að við séum bara búin að rausa úr okkur bara nógu miklu, heldur við ekki? Já, ég held það. Fólk fyrir bara að hverfa frá, held ég. Ef einhver hverfur að þessu. Já, ég minna það er ekkert endilega víst að fólk finna okkur. Nei, hérna Binni minn sagði, og hver heldur að horfa á það? Þegar ég var að segja hvað hann var að gera. Já, ég hef ekki sagt nokkur einasta mann. Og hérna, ég er svo eitt kommersial, ég hef búin að röfla þessu jallum aðeins. Ok, og hérna, ég kannski, ef við látum þetta fara, þá kannski fer ég að segja frá því að við höfum gert þetta. Þá get ég bett á. Við náttúrulega verðum að vera YouTube-stjörnur. Og svo erum við náttúrulega á Instagram líka. Já, ég er náttúrulega komið með prjónagram. Já. Ég stofnaði það núna eftir áramótin. Og ég ætlaði að reyna að hafa það svona sem mína prjónadagbók. Það er fólk að setja inn á Ravelry og allavega hana. Mér finnst þetta gaman. Mér finnst þetta gaman. Ég finnst þetta gaman að halda utan að hvað maður er að búa til. Ég hef einhvern veginn átt svona prjónabækur og prjónadagbækur og svona eitthvað dót og ég hef bara ekki notað það nóg mikið. Nei. Þannig að nú er ég að prófa prjónagram
Þannig að ég er með Maríanna prjónar ef einhver vill adda mér. Já, mitt þetta er eins og hitt og þetta Blönduós sem ég örugglega eftir að endurskýra það eitthvað. Já, en ég meina það náttúrulega var að þú varst með búðina, þá Já. varstu náttúrulega með hana á þessu grammi. Já. En hvað það? Mér finnst þess að ég ætla að segja eitthvað enn eitt rosalega merkilegt. Já, ég er alveg vissum að þú eru alltaf að gera. En já, svo ef við höldum þessu áfram, sem við náttúrulega pottþétt gerum, af því Já, að hér við get, nú erum við komnir í gang og getum ekki þagnað, þá kannski bjóðum við einhvern gestum. Já, hvernig var Það það? væri bara fjör. Það var svolítið gaman. Við erum svo sem ekkert búin að segja frá heldur öllu þessu prjónardóti sem við erum að gera fyrir utan okkur tvær, skilur við. Þessu prjónaheitingar og svona eitthvað sem að við erum Nei. að... Æ, það kemur. Já, Það kemur síðar. Það kemur. En bara, takk fyrir. Já, það er bara geggja gaman að Það er mjög prófa gaman. þetta. Og Og hérna, vonandi nennir einhver að horfa á blaðrið í okkur. Já. Þó að við séum með allt í belgóbiðu. Já. En við hérna komum vonandi bara aftur eftir Svíþjóð. Ó já, eftir Svíþjóðferðina, það væri nú gaman. Þá getum við sýnt ykkur hvað við spreðum í það. Já, ég er að hræta það. Já. Heyrðu bara takk og bless. Bless, bless.